Fyrra Pétursbréfið, 1. kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu, sem eru dreifðir sem útlendingar í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bíþiníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýðnast Jesú Kristi og verða hreinsaðir með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaði sé Guð og Faðir Drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum, til óforgengilegrar, flekklausrar og ófölnandi arfleðar sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður fyrir trúna til þess að þér getið öðlast hjálpræðið sem er þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Fagnið því þótt þér nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það er til þess að trúarstaðfesta yðar langt dýrmætari en forgengilegt gull, sem þó stenst eldraunina, geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðus við opinberun Jesú Krists. Þér hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þér hafið hann ekki nú fyrir augum yðar, en trúið samt á hann, og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði, þegar þér eruð að ná takmarki trúar yðar, frelsun sálna yðar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti, þá er hann vitnaði fyrirfram písli Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir yður, að þeir þjónuðu að þessu, sem yður nú kunngjört af þeim sem boðuðu yður fagnaðarerindið í heilugum anda, sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gjörið því hugið yðar viðbúna og vakið, setjið alla voniðar til þeirra náðar sem yður veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnað yðar mótast af þeim gindum er því ráðu létu stjórnast af í vanvisku yðar. Verið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun, eins og sáir heilagur sem yður hefur kallað. Ritað er, verið heilagir, því ég er heilagur. Fyrst kallið þann sem föður, er dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í guðsótta útlegðar tíma yðar. Þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfunum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðun yðar er þér höfðuð að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrir hann trúi þér á Guð vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð svo að trú yðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafið hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og berið hræsnislausa bróðurelsku í brjósti. Elskið því hver annan af heilu hjarta. Þér eruð endurfættir, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allt hold er sem gras og öll vex sem þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómið fellur, en orð Drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Fyrra Pétursbréfið, 2. kafli. Leggið því af alla vonsku og alla pretti, hræsni og öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir henni andlegu ósviknu mjólk, til þess að þér af henni geti dafnað til hjálpræðis, enda hafið þér smakkað hvað Drottinn er góður. Komið til hans hins lifanda steins, sem hafnað var af mönnum, en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur, og látið sjálfur uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestafélags, til þess að bera fram andlegar fórnir, Guði velþóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini og ásteytingarsteini og hrösunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð,
eignalýður til þess að þér skuluð víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki lýður, eru nú orðnir Guðs lýður. Þér sem ekki nutuð miskunnar, hafið nú miskun hlotið. Þér elskuðu, ég áminni yður sem gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Hegðið yður vel meðal heiðingjana til þess að þeir nú hallmæla yður sem illgjörðar mönnum, sjáu góðverkiðar og vexa með Guð á tíma vitjunarinnar. Verið drottins vegna undirgefnir allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjunum sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og þeim til lofs breyta vel. Því að það vilji Guðs að þér skulu með því að breyta vel þagga niður vanþekkingu heimskra manna. Þér eru frjálsir menn, hafið ekki frelsið fyrir hjúpi yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs. Virðið alla menn, elski bræðrafélagið, óttist Guð, heiðrið keisarann. Þér þjónar, verið undirgefnu húsbændum yðar með allri lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver þolir móðganir og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá það þakkarvert. Því að hvaða verðleiki það að þér sýnið þolgæði þér verið fyrir höggum vegna misgjörða. En ef þér sýnið þolgæði þér líðið illt, þótt þér hafi breytt vel, það aflar velþóknunar hjá Guði. Til þessa þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skyldu feta í hans fótspor. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann illmælti eigi aftur honum var illmælt og hótaði eigi hann leið, heldur gaf það í hans vald sem réttvísislega dæmir. Hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð, til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Þér voru sem villuráfandi sauðir, en nú hafið þér snúið þér til hans, sem hirðir og biskup sálna yðar. Fyrra Pétursbréfið, 3. kafli. Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar, til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun eiginkvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Skart yðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnabúningur. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans, í óforgengilegum búningi hóværs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. Það sig einnig forðum hinnar helgu konur settu von sína til Guðs. Þær voru eiginmönnum sínum undirgefnar eins og Sara hlýddi Abraham og kallaði hann herra. Og börn hennar eru þér orðnar þér hegðið yður vel og látið ekkert skelfa yður. Og þér eiginmenn, búið með skynsemi saman við konur yðar sem veikari kér og veitið þeim virðingu, því að þær munu erfa með yður náðina og lífið, þá hindrast bænir yðar ekki. Að lokum, verið allir samhuga, hluttekningarsamir, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir. Gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið, því að þér eru til þess kallaðir að erfa blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá að mæla svik. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins yfir hinum réttlátu og eyru hans sneigjast að bænum þeirra. En augliti drottins gegn þeim illgjöra. Hver sá mun gjöra yður illt ef þér kappkosti það sem gott en þótt þér skyldu líða illt fyrir réttlætis sakir, þá eru þér sælir. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum, en helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar. Verið ætíð reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður En gjörið það með hógværð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Því að það betra ef Guð vill svo vera að láta að þér líðið fyrir að breyta vel, heldur en fyrir að breyta illa. Kristur dó í eitt skipti fyrir öll, fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta, til þess hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til en lifandi gjörður í anda.
Í andanum fór hann einnig, predikaði fyrir öndunum í varðhaldi. Þeir höfðu ólíðnast fyrrum þegar Guð sýndi langlindi og beið á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það er 8 sálir í vatni. Með því var skírnin fyrirmynduð sem nú einnig frelsar yður. Hún sem ekki hreinsun óhreininda á líkamannum heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisi Jesú Krists. Sem uppstiginn til himna situr Guði á hægri hönd, en englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir.